Hæ, velkomin í þátt 2 af Bleikflögg podcast. Loksins búin að ákveða nafn, þið náttúrulega vissu það þegar þið sáu seinasta þáttinn. En í dag ætlum við aðeins að fjalla ferðatips, allt tengt ferða, af því það svo gott veður. Ég að taka þetta upp núna á sunnudaginn 20. Nei, hvað þetta? 19. 18. Það 18. maí. Já, það svo gott veður, þannig að við ætlum að tala aðeins það að ferðast. Já. Mér langar að byrja á að segja að ég svo ánægð með viðtökurnar á podcastinu. Það eru allir bara að fíla þetta, sem að gleði mig mjög að heyra af því að ég vissi ekkert neitt hvað ég var að gera og hvort að einhver myndi nennan hlusta á þetta, en greinilega þetta podcast for the girlies og I'm loving it. Já, Gimli með okkur í dag ef að ykkur að horfa á video version, annarkvort á YouTube eða líka á Spotify. Já, þá liggur hann hérna við hliðina og hann ætlar að vera andlegur stuðningur í dag. Mér langaði líka að segja að ég bara, ef að ykkur líka að horfa á video version, þá ég ómáluð. Mér langaði að mála mig fyrir podcastið ef að einhver að horfa, en ég veit ekki, ég bara feeling the sun-kissed look í dag, búin að fá smá tan, ég var að tana í dag og ég bara feeling fresh, þannig að í dag virkilega it's giving svona útlönd af því að hvenær í fjandanum var 20 gráður og engin vindur á Íslandi. Ok, sko já, ég ætla bara að fara yfir bara svona ferðahacks, síðan bara svona skemmtilega ferðasögur, uppáhaldslönd og bara svona mitt álit á sumlönd af því að ég hef ferðast alveg svolítið mikið. Ég var einmitt að bara rifja það upp daginn hvað ég búin að ferðast mikið og ég alveg búin að ferðast frekar mikið. Og síðan bara eitthvað svona annað sem að tengist ferðalögum og að ferðast. Ok, mér langar bara að segja ykkur mín svona helstu ferðahacks af því að, já, ef að einhver að horfa sem að sá öll ferðavídeó mín í fyrra, þá ég að ferðast í mánuð í Bandaríkjunum með fjölskyldunni minni jólin og það var ekkert eðlilega skemmtilegt. Við fórum sem sagt til Flórida og vorum þar í 2 vikur, síðan fórum við til Hawaii og það bara langbesti staður sem ég hef verið á in my life og ég að fara þangað aftur. Eftir smá, ég veit ekki hvenar, ég ekki búin að bóka flug, ég ekki með neitt pening en ég veit að ég að fara aftur. Og síðan fórum við til LA líka eftir það. Og síðan bara heim og við vorum í mánuð. Þetta var ekkert eðlilega skemmtileg ferð, en það var ógeðslega krefjandi að vera í mánuð að ferðast. Þannig að ég var bara búin að skrifa samt niður, bara svona 4 hluti, af því ég veit ekki alveg hvað svona gott ferðahacks, en allavegnar. Eitt sem að bjargaði mér þegar ég var að ferðast, þetta voru náttúrulega svona sólarlönd og svona strand tengt. Þá var ég með good old svona bikini bag. Af hverju ég ekki með það í dag? Ég veit það ekki alveg. En ég var með svona, ég keypti þetta í Primark einhvern tímann. Þetta svona bara lítill snirtibudda. Þar sem efnið bara svona vassalt. Það ótrúlega þægilegt að vera með þetta af því að, þú veist, þegar maður að ferðast og eitthvað og að fara á ströndina, þá náttúrulega bikiniðin blöyt og eitthvað og það svo pirrandi þegar þetta lekur og bleytir allt sem í töskunniðinni, þannig að ég var með svona litla snirtibötu sem að var með sem svona vassalt og það ógeðslega næs fyrir bikini og síðan aftur í tengslu við bikini, þá svo mikilvægt að vera með, þú veist, ok, we love the cute bikinis, skilur, sem að get tiny, gefa flottustu tannlínunar, en pakki með ykkur stór, eða bara svona, ekki stór, heldur bara þæginleg bikini líka, af því að það ógeðslega vandræðalegt, þú veist, eins og ef maður eitthvað, ef það að fara til tenni að fara í CM Park, skilur, ok, cute sé að vera í ykkur litlu bikini eitthvað, en ef það ekki með svona þægilegt sem að coverar, þá þið bara að fara að sýna heilli þjóð y'all's cooch, skiluru, og það ekki, that's not pretty. Og þannig að það gott að vera með svona secure bikini líka. Þannig að já, pakkiði niður flottustu, cutestu bikiniánum, en ekki gleyma að taka eitt gott. Þetta eins og að vera með period panties, if y'all know. Þetta náttúrulega bara
stelpu podcast, þannig að þetta eins og að vera með period panties nema bara bikini. Hvað erum við að skrifa niður? Já, og síðan bara svona, þetta ógeðslega basic, vonandi ég ekki bara að segja eitthvað sem allir vita, en bara vera með svona ferðaglös svona fyrir sjampo og hárnæringuna og eitthvað, af því að það ógeðslega mikið hustle og vera með bara huge ass flöskur af einhverju, þú veist, sjampói eða sápu eða whatever, sem bara að fara eða plássi í töskunni þinni. Þannig að geðið næs að vera með svona lítið og ferða, og það ógeðslega næs, maður getur farið í Söstrenni, veit ég, þau eru með svona lítil ferðaglös og líka bara hagkaup og tækjar. Það bara svona tómt ferða sem þú getur þá sett líka bara þín uppaháls sjampo og hárnæring í, af því að þú veist, það hægt að kaupa svona lítil glös í bara fríhöfninni og eitthvað, og sumir gera það alveg, en það ekkert endilega sjampóið, þú veist, þitt uppáhalds sjampó, þannig að það ógeðslega næs að geta bara keypt svona lítið sem að glært eða tómt og fyllta bara af þínu uppaháls. Period. Lengra fer það ekki. Og ég var að tala með mína áður en ég gerði þennan podcast þátt og við vorum að reyna að skrifa niður svona hacks af því ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að segja. Og þetta mamma, þannig hún var bara já, síðan það skipulega vera á hreinu og það alveg sagt hjá henni. Þannig að það obviously mjög gott að vera búin að skipulegja, þú veist, það fer samt eftir hvernig ferð þetta þú veist, ef þið eru bara að fara til tenni og ætli bara að liggja á ströndinni alla daga, þá ekkert eitthvað það mikið skipulega sem að á sér stað þar. Gimli, ég að gera podcast, ekki slaka á. Já, flott. Og skipulag, ef maður bara að fara, eins og ég segi, til tenni í 2 vikur og ekki að plana neitt spes, þá þarf ekkert mikið skipulag. En ef þið eru að fara í mánuð út í Bandaríkjana og gera eitthvað á hverjum degi, þá kannski gott að vera komin að búin að skoða Google Maps eða eitthvað. Og ég veit að þetta svona basic hlutir, en áður en við fórum, þá við höfum búin að plana þessa ferð í 2 ára eða eitthvað. Ég var ekki einu sinni búin að kíkja á Maps eða hvert við varum að fara. Síðan bara svona 2 vikum áður en við fórum, þá var bara hvað í kringana, og þá sér maður náttúrulega allt á Maps og eitthvað. Þetta var ógeðslega, þú veist, cute. En ef þið eru að skipuleggja ferðina ykkar, þá kannski sniðugt að kíkja á hlutina sem í kring og líka bara svona researcha staðina. Ég ekki ennþá búin að gera það. Ég fara til London með vinkonum mínu og fara 2 til London. Þetta eftir að vera eitthvað chaos, sko, af því að þú veist, ég kann alveg á the tube, en við dodgeum einu sinni, oh my god, ég verð að segja þetta. Ég fór með vinnunum minni til London í fyrra og þú veist, yfirmaðurinn minn var bara að græja allt og hún keypti lesta með hana frá flugvellinum, sem ég man ekki hvað flugvellir af því að svona trilljón flugvellir í London, og hún, þú veist, fór bara upp að fólkinu sem að vinnur hana eitthvað til þess að, þú veist, hún var að reyna að kaupa lesna með það, og hún fer bara eitthvað og vill allar að kaupa fyrir okkur öll lesta með hana og eitthvað, og við bara, þú veist, hóteli var alveg svolítið langt frá, þannig við förum í gegnum 4 öðruvísi mismunandi zones, og fyrir þá sem að vita ekki, þá þú veist, Bretland eða bara svona main areaið í London, þetta alveg mörg zones og við þurfum að fara í gegnum 4 zones, og við komum í seinasta zóni, skilur, þar sem við fara upp, og meðanir sem við keyptum á flugvöllunum ekki að virka, þeir ekki skanna okkur í gegn og eitthvað, og gellan sem að vann hana fer eitthvað að skoða, hún bara eitthvað, nei, þú veist, þetta bara fyrir þetta zón, og hún náttúrulega tekur eftir það, þetta hópur, við erum bara 30 manns, skiluru, sem að keyptu þá vitlausan flugmiða, lesta miða, og turns out að þetta 100 pund sekt. Þannig að, þú veist, og við erum 30 manns, skilur, sektin hefði verið mjög há, og þú veist, og við vorum allir eitthvað að skýta á okkur og eitthvað, en hún var ógeðslega góð og hleypti okkur bara í gegn, og hún var bara eitthvað, þið megi ekki gera þetta aftur, blala, af því þetta actually, þú veist, ef maður kaupir bara lesta með fyrir 1 zón fyrir gegnum 4, það alveg bara, það fæn, þannig að hún var ógeðslega næs og var bara ekki gera þetta aftur. Þannig ég svolítið hrædd að þetta muni gerast við mig og vinkonu mína, af því að ég ferðast ein, ég hef alveg ferðast nokkur sinnum ein, held ég.
Ég ferðast til Tene einu sinni þegar ég var 15 ára. Það eina held ég sem ég ferðast bara svona algjörlega Já, en annars hef ég farið með kærastan mínum og þá ég væntanlega að sjá allt af því að ég að leiða stjórnsum. Til að segja ykkur skemmtilega vinnusögu aftur. Við fórum, þetta var vinnuferð, ekki vinnuferð, bara vinnan fór til Slóvakíu og Budapest. Af hverju ég segja netinu þetta? En anyways, við, fórum eitthvað og ég man ekki af hverju ég keypti mér þetta. Fórum í eitthvað svona partybúð og ég keypti mér fluffy handjárn. Take that as you will. Já, ég keypti mér fluffy handjárn og við vorum bara með handfarangur. Þannig að þegar við vorum að fara aftur til Íslands, þá fór þetta ekki gegnum security. Þetta var í handfarangrinu mínum og það var allir úr vinnunum minni komnir í gegn nema ég. Og þau róta hana í töskunum minni og finna þetta og bara taka upp bara fluffy bleik handjárn. Og öll vinna mín var hana, fólkið var bara að horfa á mig hana. Þetta var ekki þetta eðlilega vandræðalegt. Ímyndið ykkur, ok, ég veit þetta ekki, titranir eitthvað, en þetta var alveg þetta var vel embarrassing. Mér finnst miklu skemmtilegra að fara í svona tropical ferðir heldur en borgarferðir, personally. Af því að ég fíla bara svona get the tan, vera í hitarum. Á meðan það alveg gaman að vera í borgum og gaman að shoppa og svona, en I go overboard í hvert skipti sem að ég fer í einhverja verslunarferð eða eitthvað. En samt, þótt að ég sé svona tropical baby, don't get me started á sjónum. Oh my god, ég fer ekki í sjóinn. Það bara einn hræðilegasti place sem að ég veit bara sjórinn. Af því að hvað meinaru að það bara fullt af einhverju ógeði sem að getur drepið mig hana. I am good. Ég þarf ekki að play with my life fyrir sjóinn. Halló, ég get bara verið á ströndin að tana. Like, that is my mindset. Ég held að þetta sé út af my childhood af því að ég var alltaf að horfa á þætti sem heita River Monsters. Ef ykkur veit hvað það er. Oh my god, það bara, ég vil ekki horfa á þetta svona 7 ára. Það bara skaraði mig for life af því ég get ekki farið sjóinn og sérstaklega eins og í Flórida og eitthvað ég bara, ég séð svona sverðfisk í sjónum ég hef séð stingrays í sjónum ég hef séð þetta allt af því að ég verð svona smá comfortable eftir svona 2 tíma að vera á ströndinni þá er ég bara, ok, mér langar að gefa mikið ofan í eitthvað og þá svona leyfi ég mér að fara ofan í en þá sé ég bara all of this shit í vatninu sem er svo scary. Please, ykkur segja mér að þið tengið af því að ég fer ekki nálægt sjónum. En samt fór ég bara eitthvað að snorkla á Hawaii. Þá fór ég að snorkla, það var reyndar ótrúlega gaman. En korallinn var svo svona hátt uppi og hann er svo beittur að maður fór alveg stundum í hann. Og það var alveg mjög vont. Og maður gat séð hákalla hana. En ég var ekki að fara að, eigða tækifærinu að því ég var hrætt sjóinn. Þannig að ég sá mjög marga fiska og líka bara bjóð til vídeo eitthvað og ég tók vídeo í sjónum og eitthvað var að sacrifice my phone fyrir the TikTok. Moral of the story, ég fer ekki sjóinn. Ég skal bara vera á bekknum, á ströndinni að tana af því að ég er ekki að fara að vera getin af einhverjum hákalli. Og núna er ég er á svona fish talk. Ég fæ alltaf svona hákalla á eitthvað for your page af því að ég likeaði eitthvað vídeo örgulega af svona hákalla og ég var eitthvað að researcha það og síðan núna kemur bara svona hákalla attacks og einhverjir octopuses í Australia sem að drepa krakka og eitthvað, ef að þið eru á þessu TikTok líka, drop a follow ef að þið fái líka svona for your page eitthvað. Já, og síðan í dag þá var ég að prófa nýja aðferð að tana. Ég sá hjá Sillu daginn út af þegar ég var í Flórida og hún var bara eitthvað, ég fæ svona spurningar hvernig ég tana bla 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 og var bara eitthvað að nota einhverja olíu og eitthvað og síðan var hún með svona spraybrúsa svona bara með vatni og ég var bara eitthvað, ok, herðu, life hack þannig að ég á svona spraybrúsa og ég er búin að vera niðri á pallinum ég set á mig sólaverð og síðan tanolíu og síðan spraya bara svona vatni ég held að
einhver prove my science behind that, en ég held út af því þú veist maður tanar í gegnum vatni, þannig að maður bara spreyir sig með vatni þá tanar maður fljótar. Það allavega my girl math, þannig að vonandi virkar það actually að því ég var að gera það í dag og ég tanaði alveg, þú veist, tanaði alveg mikið, eða svona freka mikið, þú veist, freka mikið með á Íslandi, það var alveg UV4, ég var bara slay. Þannig að það my tan routine. Ég með aðra mjög skemmtilega ferðasögu sem að tengist ferðalaginu í Bandaríkjunum og örugglega svolítið margir búin að sjá. Ég gerði svona get ready with me það sem ég var að segja. Ég var í Bandaríkjunum þegar LA Fire var, ég var í LA þegar skógareldarnir byrjuðu og þið vitið ekki hversu ótrúlega heppin við vorum. Ok, þetta byrjaði bara á einhverjum degi, ég man ekki hvað dag það var, en það byrjaði þegar ég var í svona tour guide ferð og það kviknaði einhvers þar í og við keyrðum bara í miðjunni af það sem að var að gerast. Við vorum bara akrein, hérna var eldurinn, vinstra megin og síðan bara hægra megin var hinn akreinin þar sem að allir fire trucks og löggunar voru og tour guidein bara eitthvað, vá þið eru heppin í dag, þið fá að sjá smá sýningu, blablabla. Oh my god, little did we know og þetta var að fara að vera stæðisti skógareldur sem hefur verið á þessu svæði lengi eða forever, ég veit ekki hvað, þetta var stór eldur. Það gerist og við fyrum líka á Santa Monica Pier sem er hvað heitir þetta aftur? Bryggjan, þú veist, og við sjáum bara eldana kukka í fjöllunum og við erum bara ok, god damn, eitthvað. Og ég held líka, ég alveg með svona smá, opinion á, þú veist, LA, þú veist, mér fannst það ekkert skemmtilegt, þú veist, í þessari mánuðaferð, þá fannst mér LA leiðilegast, örugglega bara af því að þá literally bara allt að brenna, það var engin frægur, við sáum engan frægan. Í LA, hvað meinaru að ég fór til LA, ég var á Hollywood Street og ég sá ekki einustu frægu mannesku. Örugglega, en ég sá ekkert vlogga eitthvað, ég veit ekkert hver það var. Þannig að hann var ekkert important. Anyways, já, eldurinn cooking og við erum að sjá þetta í fréttunum og það var ekki, þetta var alveg scary en við vorum bara, já, við erum góð eitthvað, ég man að ég gerði vídeo og ég var bara, já, við erum góð eitthvað og síðan kemur the day of og það var ekkert að vera, það var engin úti af því það var literally bara allt að brenna. Þannig að við fórum bara eitthvað, vorum ógeðslega lengi að koma okkur á fætur, við fórum ekki út fyrir bara svona 3 dag eða eitthvað, eða 2 eða eitthvað, fórum á einn stað og fórum síðan í The Grove sem útimálið þarna og þarna, það mörg útimál hvað af mér og já, og síðan þegar við ætlum að fara heim þá brjáluða biluð umferð og við varum bara what the hell og Uber-dræfurinn okkar algjör king og bara fer einhverja skrýtna leið með okkur og við vorum mjög fljót að hótelin okkar. Við komum heim og það einhverjar að fara með ferðatöskuna sínar út úr inngangnum á hótelinu. Ég var bara eitthvað, þú veist, check-outið var klukkan 11, af hverju einhverjar að fara núna, klukkan var eitthvað 6 eða eitthvað. Og fannst það eitthvað skrítið og ég kem síðan eitthvað og dyravörðurinn að horfa á mig bara eitthvað gett skrýtlega og ég var bara eitthvað halló eitthvað og sín honum þú veist kortið, ég bara eitthvað ég að gista hérna og hann bara eitthvað já nei þú ert að evacuata og ég var bara eitthvað sorry what og hann bara eitthvað já við erum að evacuata og þá svona lokkaði einskilur ok holy fuck við þurfum að bara fara, við þurfum að flýja og þannig við fyrir bara upp í herbergi og við erum í svona 10 mínútur að pakka öllu, þú veist, ég var líka alveg búin að dreifa draslinu mínu og ég var alveg búin að vera út í mánuð að ég var með svo mikið drasl og við bara pakkum þessu öll mjög fljót og við erum bara ógeðslega heppin að, þú veist, ná að pakka af því að ef við nefndum ekki vera úti lengur, þannig að við vorum bara, þú veist, úberum heim, ef við hefðum verið úti ykkur starf, þá hefðum við ekki getað farið heim og pakka öll dótinu okkar af því að þetta zone var svona evacuate zone og við máttum ekki fara þangað aftur þegar allir voru búin að evacuata og þú veist, evacuation bla 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 liftaði eða þú veist, fór af klukkan 8 morgun flugið okkar var 10, þú veist, morgun við höfum aldrei getað farið frá hótelinu sem við síðan náðum að bóka farið upp í Hollywood náði í dótið okkar og síðan í flugvélina og ná fluginu heim
Við hefðum þurft að skilja allt dótið okkar eftir. Allt drasli sem ég var búin að vera með í mánuð, þú veist, tölva mín, AirPodsinn, bara allt það sem ég var búin að kaupa, við hefðum þurft að skilja það aftur, þú veist, eða bara, þú veist, tekið annað flug eða eitthvað, en það alveg hustle. En já, þannig við erum geðveikt heppin að við komumst á hótelið áður en það var búið að ég vekja þetta, af því að þá hefði bara allt dótið verið eftir, en ég þurfti að skilja my lunchly eftir. Ég fekk ekki að borða allt. Það var ennþá í ískápnum og ég þurfti að evacuata og my lunchly var ennþá í ískápnum. Svolítið sad, en þetta var alveg crazy life experience. En ógeðslega heppin að það gerist ekkert. Ok, byrjum TN umræðuna. Það eru ógeðslega margir Íslendingar sem eru TN haters. Þú veist, þjóðin frekar held ég TN lover heldur en hater, en það eru alveg haters out there. Og sem að ég skila alveg af því að hvernig fjandanum nennirðu að fara 7. árið í röð á sama stað. Þú veist, þetta er ekki einu sinni það ódýrt, sko. Það er alveg frekar dýrt að fara til TN með við aðra staði. En, þú veist, ok, ég skil alveg, ég hef farið á okkar 3 svar og það er mjög unnecessarily oft. Af hverju fjandanum hef ég farið til TN 3 svar en ég hef aldrei farið, skiluru, til Asíu eða Suður Ameríku eða þú veist, þetta er bara random island, skiluru. Þannig, en ég hef farið af því að vinkona mín bjóða þar einu sinni og sé ég var með boðið það 2 sinnum, þess vegna hef ég farið. Og þannig, mér finnst að ég megi tala um þetta. En mér finnst henni ógeðslega þægilegu staður, ógeðslega þægilegt að fara þangað. Eða, ok, nei, það er ekki þægilegt að fara þangað. Flugin sem ég hef farið hefur verið leikskóli af því það er bara krakkar að hlaupa göngin á flugvöllin, í flugvélinni. Og þetta er ógeðslega langt líka, þú veist, hvernig nennir að fljúga 6 tíma þangað þegar þú getur flogið 6 tíma eitthvað annað, þú veist, eitthvað annað. En hérna, já, það er mjög þægilegt að TN. Þú veist, og þetta er basically Ísland. Þú veist, ef þú ert á túristastaðnum þá getur þú labbað basically allt. Það eru alla búðir sem þú þarft hana og síðan er ógeðslega stutt að keyra allt og taka strætó og eitthvað. Þannig að þetta er ógeðslega þægilegt. En af hverju þarf þetta að fara þangað svona oft? Farðu mainland Spán eða eitthvað. Þú veist, það er styttra og það er betra. En þú veist, það er meira. Þetta er svo cozy staður að vera TN. En ég er ekki TN hater. En ég þarf bara ekki að fara aftur á þangað. Ég er búin að fara 3 sinnum. Það er nóg. Ekki nema einhver vilji bjóða mér. Uppáhaldsstaðurinn sem ég ferðast til er að sjálfsögðu Hawaii. Og núna er ég með æði fyrir Hawaii og ég þarf að fara aftur. Það er ekki hægt að útskýra hvað það var æðið hana. Þú veist, þetta er bara æðistaður. Og ég fór á Oahu sem er svona höfuðborgareyjan. Og kalla maður það ekki? Jú, ég held það. Og síðan fór ég líka til Kauai sem er önnur eyja. Þetta er alveg nokkra eyjur hana. Og það var rosalega skemmtilegt. Þú veist, það var bara, það er engin hana. Þú veist, það er ótrúlega mikið túristum á væntanlega, þú veist, höfuðborgarsvæðinu hana. En við fórum á aðra eyju sem það var engin hana og það var bara the best experience of my life. Þannig ég þarf að fara aftur. Og það er einhvern veginn ekki hægt að segja af hverju. Þetta er bara good vibes. Og sól. Og það er allir get nice og það er allir bara eitthvað vibing. Þannig að ég er bara að flytja þangað í framtíðinni. En síðan Danmörk, mér langaði að tala um Danmörk. Ég fór til Köpen í fyrra. Og Köpen er bara eins og Ísland, þú veist, þetta er bara aftur bara betri version af Íslandi. Ok, ég veit ekkert endilega betri. Það er bara meira að gera hana og betra viður. Þetta er bara Ísland, bara betra viður, meira að gera. Og þetta er svo cozy. Ég fíla alveg að fara til svona landa sem er bara cozy. Þú veist, TN og Danmörk, þetta er bæði bara Ísland cozy. Þú veist, þetta er bara svona geðveikt þægilegir staðir. Og líka, þú veist, ég fór til Amsterdam í november og það mæ og það var líka bara svona cozy, það var rosalega næs. Mér langaði samt líka að segja, ég er alveg gelgja, sko. Ég hef alveg verið með gelgju lengi, ok, ég er ekki lengur með gelgjuna en ég hef verið ekki svona pirrandi krakki. Og þegar maður er pirraður, þegar maður er í fríi eitthvað staðar, þá þarf maður eiginlega bara að muna að þú ert í fríi, þú ert ekki á Íslandi lengur
og þú þarft að fara aftur til Íslands þar sem þú verið þunglyndur as fuck. Ok, ekkert endilega, það var svolítið harsh, en bara reyna að muna þegar maður verður pirraður í fríi, ef það er basically engin ástæða til að vera pirraður, að muna að vera þakklátur fyrir að vera eitthvað staðar í fríi, ekki heima þar sem maður þarf að höstla aftur. Ég þarf að hugsa þetta næst þegar ég verði eitthvað pirruð í fríi, af því að ég var alveg eitthvað tíma pirruð þegar ég var í fríi í Bandaríkjunum, en af hverju var ég man ekki svona af hverju ég var pirruð. Það var bara eitthvað tilgangslaust, þannig að, og ég myndi die að fara aftur, I would die for að fara aftur til Hawaii núna. Þannig að ég það bara, maður þarf að muna þetta, að vera ekki pirraður í fríi, nema maður hafi ykkur full vel góða ástæði til þess að vera það. Ég vil shamelessly plugga Akita gallana, af því að ég er búin að ferðast í þessum galla, ljósgráa með bleikustöðunum setti frá Akita. Þetta er þægilegasta ferðasett sem að ég hef nokkuð tíma átt. Efnið er phenomenal, stafirnir og svona the style, oh my god, I love it. Þetta er svo stylish, the cropped hoodie is so stylish, á meðan maður er ennþá gett hlýtt, af því að ég eina sem að bara, ég dey í flugvélum, mér verður svo kalt og ég hata það. Þannig að ég ætla bara shamelessly plugga Akita settin, af því að þetta er langbestu ferðasettin. Og síðan London, má ekki gleyma London, ég elska London, það er ógeðslega gaman þar og sérstaklega sumrin, það er svo gott veður og þetta er actually crazy, við getum bara flogið í minna en 3 tíma og það er allt annar heimur hana. Af hverju erum við að fara til Tene í 6 tíma þegar maður getur flogið í minna en 3 og við erum komin í eina stærstu borg heimsins, ég veit ekki hvort það sé satt hjá mér, vonandi, og alla búðir sem þú þarft þarna, það er allt í London og þetta er minna en 3 tímar frá Íslandi. London er underrated. Ég held að það sé ekki meira í dag ferða. Endilega deili, það er hægt að kommenta á Spotify, ef einhver er að hlusta á Spotify, það er hægt að kommenta, þannig að deilið ykkar ferðareynslu, eitthvað skemmtilegum sögum, af því að ég er að spá í síðan að gera eitthvað svona general þátt, þar sem ég les upp svona comments, og ég er búin að vera að gera á Instagram, svona polls og eitthvað, þar sem þið getur sendt mér skilaboð, líka bara persónlega, og líka topics og hvað þið viljið sjá og eitthvað. Þannig að, já, ég er með Linktree inn á Instagram með öllum linkum á öll social media fyrir þetta page. Þannig endilega farið inn á Instagram, Bleikflögg heitir það bara, bleikflögg.podcast, og í bæjóinu er Linktree þar sem þið getur séð alla linkana. Sendið mér skilaboð ef þið viljið segja mér bara hvað sem er. Og já, ég held að allt sé komið í dag. Vonandi var þetta góður þáttur, endilega let me know in the comments, og takk fyrir að horfa / hlusta. Sjáumst í næsta þætti, bye!